38 Íslendingar eru SOS foreldrar barna sem búa í þessu SOS barnaþorpi sem heitir Greenfields á Indlandi. Einn þessara styrktarforeldra eða SOS foreldra er Pálína sem býr í Vesturbænum í Reykjavík. Hún hefur verið styrktarforeldri 2 barna í þessu þorpi síðan árið 2000. Eldra barnið er flutt úr þorpinu, farið að standa á eigin fótum, en það yngra býr hérna ennþá. Það er stúlka sem er að verða 14 ára gömul og Pálína hefur styrkt hana í 7 ár. Við hjónin eigum 2 dætur sem eru 13 og 11 ára, verða 14 og 12 á þessu ári. Súman er mitt jafn gömul eldri dóttir okkar, verður 14 ára á afmælisdaginn minn 1. mars. Og dætur mína líta eiginlega bara á hana sem systur sína, þótt þær hafi aldrei hitt hana. Við bara upplifum hana sem eina af okkur. SOS विलेज में इसलिए आए क्योंकि मेरे परिवार सपोर्ट नहीं कर सकते थे इसलिए पढ़ाई में। किस एज में? 5. This is Paulina, your sponsor in Iceland. Can you say her name? Paulina. Yes, perfect. Paulina. She sends greetings to you. Please open the bag and see what's in it. Ég sendi henni lítinn bakpoka með mynd af Íslandi á og í pokanum voru svo teikniblokk og litir sem getur fengið útrás fyrir listræna hæfileika og íslenskt nammi að sjálfsögðu. So good. Thank you. SOS चिल्ड्रन विलेज ने मुझे एक घर दिया, मदर दी और भाई बहन दिए और फैसिलिटीज दिए, पढ़ने के लिए दिया. Ég sé Súman fyrir mér sem mjög lífsglaða stelpu. Ég sé það á bréfunum. Ég hef ekki skrifast á við hana sjálfa, en það kannski bara stendur til bóta. Ég kannski fer bara að skrifast á hana. Hún er náttúrulega svo stór. Finally, I write your a letter. I write your a letter that I. Hún er listræn. Hún hefur rosalega gaman að því að mála og syngja og dansa. Ég hlakka alltaf til að fá að vita hvernig henni gengur. Hún heillar mig allavega upp skónum. मेरे 9 बहन भाई हैं और 2 भाई हैं और 7 बहन हैं और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब यहाँ मुझे खुशी मिलती है, अपने भाई बहनों के साथ मस्ती होती है यहाँ पे और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं हम लोग. Mikilvægast við að styrkja Súman er að ég viti það allavega að það er einu barni sem líður betur. Það eru auðvitað allt og mörg börn sem eiga ekki þak yfir höfuðið. Ég var alveg til í að taka bara öll börnin að mér, en það er því miður ekki hægt. Þannig að hún hafi heimili, menntun og læknisþjónustu, bara allt þetta sem við höfum. Og mér finnst að allir ættu að gera þetta. Allavega þeir sem eru aflögufærir. Ég myndi eiginlega spyrja Súman hvort hún viti eitthvað Ísland, hvort hún viti hvar á hnettunum þetta land er. तुम्हें आइसलैंड के बारे में कुछ पता है? नहीं. No. Svo var ég til að spyrja hana hvernig hún sér fyrir sér framtíðina, hvað ætlar hann að verða þegar hún verður stór. दी बड़े होकर टीचर बनना चाहते हैं और साइंस सब्जेक्ट के टीचर. Ég er búin að vera styrktaraðili í 20 ár. Þetta er 1 bíóferð eða 2 bíóferðir eitthvað svoleiðis. Ein góð rauðvínsflaska á mánuði. Það hefur gefið mér mjög mikið að geta fylgst með 2 börnum vaxa úr grasi í góðum höndum. Íslendingar eru SOS foreldrar yfir 9.000 barna í 433 barnaþorpum í 107 löndum. Langflestir Íslendingar styrkja börn í SOS barnaþorpum hér á Indlandi, eða 779 Íslendingar. Af SOS barnaþorpunum 32 á Indlandi er þetta það fjölmennasta. Hér búa yfir 190 börn í 20 SOS fjölskyldum. Þessi börn voru áður umkomulaus, en nú fá þau heimili, fjölskyldu og menntun.